Hingað kominn Gísli Hjálmtýsson. Gísli doktor í tölvunarfræðum. Hann með akademískan bakgrunn. Hann hefur verið prófessor bæði við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík, var deildarforseti í Háskólanum í Reykjavík, starfaði við háskóla í Bandaríkjunum líka og með fyrirtæki núna sem heitir Thule Investments, það fjárfestir í nýsköpun og slíku. Gísli, ég býð þig hingað til að ræða orkumálin hérna aðeins. Þú skrifaði nú grein hérna í Fréttablaðið daginn sem var svolítið krassandi að þú ert að setja fram hugmyndir og þú ert beinlega að segja að okkur væri næst að leggja niður álverið í Straumsvík. Já, sko, ég held kannski hugmyndin kannski stærri en það endilega snýst ekki alfarið Straumsvík. Nei. Því ég held nú að ef við horfum aðeins á hvernig við höfum verið að nýta okkar orku, sem auðvitað gríðarlega mikilvæg auðlind fyrir okkur sem þjóð, þá byrjar það í rauninni alvarlega með Hitaveitu Reykjavíkur. Kjölfarið af því þá má segja kannski næstu stóri mælstóni í þessu fyrir okkur þegar við reisum Búrfell og byggjum álverið í Straumsvík. Og þannig erum við svona í fyrsta skipti í stórum stíl að hagnýta rafmagnið og að búa til í rauninni iðnað á Íslandi. Og þetta var mikið þjóðþrifamál þegar þetta gerðist á þessum tíma. Það sem við gleymum kannski og hefur svolítið gerst er að það 50 ár síðan. Og við höfum svolítið í þessi síðustu 50 ár verið að reka nákvæmlega sömu stefnu eins og við gerðum þá. Að við höfum verið að byggja eitt stórt orkuver fyrir hvert álver og í rauninni verið að gefa orkuna og þegar ég segi gefa orkuna meina ég bara því að við erum að selja hana raunverulega á kostnaðarverði, fá nánast ekkert út úr þessu og hugmyndin svo að við bíðum í 40 ár og eftir það þá fáum við arðsemi af þessu. Og ég held að við höfum bara ekki efni á þessu. Við höfum bara ekki efni á að setja svona mikið peningum í þessi orkuver án þess að fá arð af því, bæði meiri og hraðar. Þannig við erum að selja orkun okkar allt og ódýrt. Allt og ódýrt. Og svo fór ég svona aðeins að síðan náttúrulega þessi umræðum Straumsvík sem auðvitað búin að vera í gangi núna frá því að Hafnfirðingar, fyrst þegar að Hafnfirðingar þurftu að greiða atkvæði það, hvort þetta heimila stækkun Straumsvík. Og svo heldur þetta áfram því að þetta svolítið skrítið í okkar lýðræði að þegar svarið nei, þá bara greitt atkvæði aftur. Ég spyr mig ef svarið var já, þá bara greitt atkvæði aftur líka, eða myndi það vera endanlega svarið. En síðan náttúrulega þetta þegar maður segir nei, við höfum ekki verið að þessu, þá eru sumir sem halda að ég vil ekki nota orkuna eða halda að ég sé móti álverum. En við erum hérna með, ein hugmyndin svo, öðrum svona endanlega spektrum, við höldum bara áfram því sem við verðum að gera. Og öll orkufyrirtæki landsins í dag, Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun, öll þessi stóru orkufyrirtæki, eru raun gjaldþrot í dag og berjast í bökkum, geta ekki fengið fjármögnun á eigin forsendum til þess að halda áfram sínu uppbyggingu. Nei, þeir fá ekki lánsfé. Þeir fá það ekki. Nei. Og það eitthvað þegar svona Þetta eru stöndug fyrirtæki, búin að vera í rekstri mörg ár, búin að fjárfesta alveg gríðarlega hjá öllum þessum fyrirtækjum og afraksturinn ekki meiri en svo að þau geta ekki haldið áfram sínu rekstri á eigin forsendum. Og nú síðan þessi hugmynd, þegar ég fór svona aðeins að hugsa þetta, Straumsvík, akkur eru að stækka þetta álver? Stórfé sem það kostar að gera, það þarf að byggja nýja virkjun sem kostar einhverja 20 milljóna í það minnsta. Og þetta verður örfá störf sem verða til en til þess að álveri gera þetta, þá þarf að lengja þessa orkusölusamninga til álversins. Og við skulum áttum verið því að við erum bara bókstaflega að selja þessu álveri og öðrum orkuna á nánast það sem það kostar að framleiða hana. Við erum að selja þetta á cirka 2 cent, mann geta sagt 22 mils eða hvað það en þetta er rétt 2 cent og þetta er bara rétt kostnaðarverðið okkar. Þetta stendur valla undir vaxtagreiðslum. Það getur ekki verið góður business. En þú þú leggur til að við notum orkuna og seljum hana í starfsemi sem skilar okkur meiri tekjum. Ég held að það sé náttúrulega miklu sniðra fyrir okkur. Og hvaða starfsemi? Við eigum fullt af orkuverum, við eigum fullt af orku og þú veist, ef ég hugsa mér hvar myndi ég helst vilja fá orkuna, hvar myndi ég helst vilja byggja nýtt orkuver? Þú veist, nú ekkert á móti landsbyggðinni en það var alltaf hægt að hugsa sér skemmtilegri stað til að fá að nýta orku heldur ný Straumsvík og þar í kring. Þetta er Höfn, þetta er nálægt Reykjavík, þetta er nálægt flugvöllinu líka, þetta er frábær staður. Það er bara syndsamlegt að við sem ekki fá meira út úr hann. Og ég held að þú veist, ef við horfum á bara meðalverð í kringum okkur, meðalverð á orku í Bandaríkjunum 8 til 12 cent eftir hvar þú ert í Bandaríkjunum og rokkar eftir árstíðum og allt það. Ef við förum til Evrópu, þá er þetta kannski 9 til 12 eurocent. Það er ennþá stærri tala. Af hverju þurfum við að vera að selja orkuna á 2 cent til þess að nokkur maður vilja kaupa hana? Ég held að bara við þurfum þess alls ekki.
Ég held að við getum selt alla orkun okkar. Það er nefnilega einn af misskilningum á Íslandi að við eigum svo mikið af orku. Við eigum ekkert svo mikið af orku. Hún er kannski mikil með höfðatölu, en þetta er frekar lítið af orku á heimsmælikvarða. Ég bara trúi því ekki að það sé nokkuð stór vandamál að selja alla þessa orku. Já, en í hvað eigum við að selja hana? Það er náttúrulega fullt af hugmyndir sem hafa komið og þú veist, það þarf ekki að leita til mín með það. Þetta eru hugmyndir eins og eitt af því sem er náttúrulega mikið talað eru gagnaver. Menn hafa hugmyndir að setja upp gagnaver. Og það var gerð úttekt hérna, ef ég man rétt, Invest in Iceland, það sem var bara talin til fullt af projektum. Og þetta eru hugmyndir eins og hérna, gróðurhús, þetta eru hugmyndir eins og þörungaræktun, við getum efnaiðnaður, nú sjáum við eins og í Þýskalandi, þar eru menn með efnaversmur inn í miðjum borgum. Það eru bara algjörlega lokaðar af, eru algjörlega grænar þannig að þeir endurvinna allan úrgang sem frá þeim kemur. Og þetta er bara í miðjum borgum, þannig að það er í rauninu ekkert að því að vera með efnaiðnaður hérna. Og þetta eru, sko, það eru reyndar álver í Evrópu líka, en það eru sko fullt af fyrirtækjum og fullt af svona starfsemi sem eru að borga miklu hærra orkuverð. Gagnaver, ef við tökum gagnaver sem dæmi, við hljótum að spyrja okkur, hvernig stendur á því að hér eru til, þú veist, nú í gegnum starfmætt hjá Túlíum Vestnes, þá kemur til mér nánast hver einasti hópur sem hefur látið sér detta í hug að byggja upp gagnaver. Og maður spyr sig, hvernig stendur á því að þessir hópar eru núna í kapphlaupi sín á milli og samkeppni við það að bjóða verðið niður. Og þú veist, á sama tíma eru risar eins og Google og Microsoft sem menn segjast allir vera komni með í nánast í vasan til þess að setja upp gagnaver. Og ég spyr mig, sko, Google reisti gagnaver fyrir nefnir 2 árum í Chicago. Það var alltaf að ímynda sér stað í heiminu. Ég þekki engan stað í heiminu, það sem orkar dýrar heldur en Chicago. Það reisti Google gagnaver. Hvernig stendur á því að við höldum að við getum ekki fengið gagnaver til Íslands nema að bjóða það á kostnaðarverði? En þú heldur semst að þessir aðilar og aðilar með svona starfsemi eins og þú nefnir væru til í að borga hærra verð? Ég meina, ég þarf ekki að segja neitt það, þeir gera það annars staðar. En ertu líka þá að tala um að við seljum orkuna kannski minni einingum, þú veist, við erum alltaf að selja í svo svakalega stórum pökkum. Það er hinn parturinn, sko, sem að við höfum, þú veist, og sko menn, þú veist, eins og ég skrifa einhvern veginn greina þetta, að við seldum þetta lægstbjóðanda og einhver var móðgæður yfir því og fannst ég að vera að tala illa fólk sem að hafði gert hluti áður. En við skulum áttu að vera því, sko, þegar við byggðum á sínum tíma álver í Straumsvík og reistum Búrfell, þá vorum við fátæk þjóð. Við vorum bara svipuðum stað á Chile og Búlgaría. Í dag erum við rík þjóð, þrátt fyrir það að við sem búin að fara illa með okkar auðlegð og tapa miklu á síðustu árum, að þá erum við samt einn ríkasta þjóð heims. Við þurfum ekkert að hafa okkur eins og við höfum okkur fyrir 50 árum. Það eru bara fleiri kostir í stöðunni. Það sem við gert illa er það að, þú veist, nú eru liðin 50 ár og það sem við hefðum auðvitað átt að vera löngu byrjuð á og þurfum að byrja á núna er að byrja að byggja upp hérna iðnað og kaupendur í rauninu sem kaupa minni einingar. Við getum ímyndað okkur til dæmis í dag. Í dag tel ég að við ættum að vera að reyna að leita að kaupendur sem kaupa ekki meira en 50 megawatt. Þá er á bakvið svona virkjun einhvers staðar á stærðargráðunni 7 til 12 kaupendur sem kaupa orku. Þú veist, einn þeirra deyr fyrir á hausinn eða einhverjum ástæðum, það er ekkert stór vandamál, seljum bara einhverjum öðrum. Sem áttu að því náttúrulega líka að notkun bara á Íslandi á orku eykst og alveg óháð því hvort að við reisum stóriðju eða ekki. En í staðan fyrir þetta erum við alltaf að byggja, við erum byggja heilu virkjanir, risavirkjanir, bara onni einn. Akkurat, einn kaupandi. Og þú veist, ef við gerum þetta bara og byrjum á því að fá, það er ekkert að því að fá sæmilega stóra kaupendur. Kaupendur sem kaupir 50 megawatt er stór kaupandi. Ég meina stáliðjuver sem að þú veist, stáliðjuver, sem með á stáliðjuver sem er í endurvinnslu til dæmis á hérna ryðfríu stáli í Bandaríkjunum, þeir eru kannski að kaupa þá á bilinu 30 til 90 megawatt. Þetta eru stórir kaupendur. Og þú veist, þá þessu auðvitað litlir með við 600 megawatta virkjun. En það er akkurat það sem er gott. Þeir eru litlir með við virkjunna og við hefum efnaði að 1 eða 2 fara á hausinn og aðrir komi í staðinn. Og þannig getum við haldið að fengið fleiri kaupendur. Við þurfum að fá fleiri kaupendur að orkunni, minni kaupendur og við þurfum að fá það til að borga hærra verð. Og leiðum við erum búin að fá fleiri og minni kaupendur, þá er orðið raunhæft að vera með markað hérna. Þá er orðið markaði fyrir orkunni. En annars hefur nefnið þetta í greinum sem þú skrifaði það er það að við Íslendingar eigum til þess að fara að byggja virkjanir og virkja ofan í stóra álver, þá þurfum við að taka stórar fjárhæðir að láni.
Akkurat, og ég held að ég reyndar stór efast að við getum fengið þessar uppbæri láni. Það er reyndar sumir sem segja það ástæðan fyrir því að þessar framkvæmdir ekki komnar fullt séu þær að það bara ekki það liggur alveg fyrir að það er partur af því sem er tefið, en jafnvel þær hugmyndir sem hafa komið fram hjá Landsvirkjun að fara að reyna að fá erlenda aðrar að fjármagna virkjanirnar. Ég trúi því ekki að það gerist öðru sem þeir erlendu aðrar taki við í raunverulega í fjárstreyminu sem kemur til virkjunar. Ég held að þoringin eiga virkjun á Íslandi. Ég held að þeir vilja eignast fjárstreymið. En þetta er núna að erlendir aðilar reisi virkjanir og eyðir. Í rauninni, þá erum við ekki að tala um þetta annað. Og við erum alltaf þegar í dag að tala um það að allur afraksturinn af þessum virkjunum okkar í dag fer út úr landinu í formi vaxta. Við erum bara að greiða allt sem við fáum út úr þessu fer í vaxtagreiðslu út úr landinu. Og þetta bara getur ekki, ég slónu bara á það ganni mínu, ef við þrefaldum orkuverð, þrefalda þessu orkuverð hjá Landsvirkjun, myndi tæplega sexfaldast hagnaður Landsvirkjunar. Og hagnaður Landsvirkjunar er skelfilega lágur og síðustu 15 ár bara nánast engin. Og þrátt fyrir það að við séum með 5-7 virkjanir hverjum síðan 300 milljarðar. Þetta er náttúrulega nærengri átt. Og þú telur sérst að það sé vitleysa að fara að skuldsetja sig frekar til að... Ég held að mér finnst bara að ég eiginlega verð að segja, það er mikið talað um útrásaríkingar að koma okkur að klakan og með því að horfa ekki og vilja ekki sjá raunveruleikana eins og hann var. Og mér finnst náttúrulega svolítið eima eftir af því núna þegar stjórnmálamenn og forystumenn þjóðarinnar vilja ekki horfa sig augu við þá staðreynd að við erum yfir skuldsett, alveg sama hvernig við lítum á málið. Við höfum bara að mínum dómi ekki efna því að taka frekari áhættu og frekari skuldsetningu. Og ég held það er svona, Ísland er æðislegt land, hér er fínt að vera og okkur finnst öllum æðislegt að vera hérna. Og hvort sem það er, að því fjölskyldan hvort að það er Snæfellsjökullinn, eða ég meina í gær var ég á afmælishátíð Breiðabliks, 60 ára afmæli Breiðabliks, það er veitt heiðursverðlaun til manna sem spilaði fyrsta leik fyrir Breiðablik 1947. Þetta er svolítið gaman, þetta er æðislegt að vera á Íslandi. En í einhverju skilningi má segja, ást, Snæfellsjökullinn eða Breiðablik er ekki nóg, það er ekki nóg, það er bara viðbót. Við verðum auðvitað að efna á því, við ætlum að halda upp í velferðarsamfélagi í þjóðinni. Og ef við viljum vera norrænt velferðarsamfélag, þá verðum við að hafa efna á því, við verðum að búa til þá auðla sem það til að standa undir því. Og allir stjórnmálaflokkar getur greint á hvernig deila út þessum auði eða hvað forgangsröðin. Ég held að allir sammála þetta. Við viljum hafa norrænt velferðarsamfélag hérna og til þess þá verðum við að búa til þann auð, við viljum skapa þau verðmæti sem þarf til að standa undir því. Og að mínum dómi lykilatriði að við notum orkun í því, en við verðum þá að hagnast á því. Við fá bara eitthvað út úr þessu. Ekki bara virkja byggja stóriðverð til þess að skapa, til þess að gera fástörf. Nákvæmlega. Og þetta að við séum, ef við horfum síðan á álverðisstraum, eitt af þessum sjokkerum bara við álverðisstraum það borgaði 3 milljarða, samkvæmt, ég kíkti í 300 stærstu fyrirtæki landsins. Þar kemur fram að álverðið borgaði 3 milljarða og eitt af því sem ég sendi hérna í greininni, 3 milljarða á ári í laun. Vextir af því að byggja þessa virkjun sem þarf fyrir Helguvík verða ekki undir 16,5 milljörðum ári. Þannig til samanburðar, þó allt þetta fólk fengi bara að fara heim, fengi óbreytt laun þar sem eftir að sinna starfsævi, þannig að það kostar okkur 3 milljarða ári í svona cirka 25 ár. Því að stór hluti af þessu fólki verður þá hætt að vinna, hvað sem er. Þannig að ef við berum það saman við vaxtakostnaðinn, þetta er innan við fjórðungur af vaxtakostnaðinn að byggja við sambærilega virkjun. Þetta er bara hræódýrt. Og ég held að fyrir mér þá er þetta svoleiðis á sínum tíma fyrir tæplega 50 árum þegar við reistum álverið í Straumsvík og við byggðum Búrfell, þá var það risastórt skref fyrir Ísland. En þá voru líka fáir fjárfestingarkostir í Íslandi. Við vorum í raun fátæk þjóð og við áttum fátt að velja. Við gátum ekki leyft okkur að taka neina áhættu á því öðru sem við erum búin að framselja allt sem við þurftum. Í dag held ég að við höfum að taka næsta stóra skref með Straumsvík með því að loka því og fara að nota orkunni að gera svolítið peningum á því. Þakka þér fyrir að komið á Þingi Slík. Takk.